Þetta Suðurland FM. Takk fyrir það, Suðurland FM á föstudegi, það 4. september í dag. Við ætlum aðeins að kynnast starfi hjá Selfosskirkju og okkar sóknarpresti, Guðbjörg Arnardóttur. Hún komin til mín. Komdu sæl. Blessaður og sæl. Og velkomin. Takk fyrir þá. Takk fyrir að bjóða mér að koma og hitta ykkur. Hvernig líður í dag á föstudegi? Jú, bara nokkuð vel. Taka þið svona sálfræði. Já, það ekki? Já. Hvernig hefur það? Já. Þú ert nýbúin að taka við embætti hér á Selfossi? Já, tók við núna 1. ágúst. Já. Og hvernig, þú náttúrulega þekkir þið alveg til hérna á Selfossi? Já, ég auðvitað bara komin heim aftur og búin að vera 9 ár í Rangárvallasýslunni. Var þar í Odda. Gott að vera þar. Mjög gott, alveg yndislegt og gaman að kynnast sveitinu og þessu góða samfélagi sem þar og á Hellu og mér þykir mjög vænt staðinn og fólki þar. Töluvert stærri sókn hérna eða ekki? Jú, þetta mikill munur, það, heilmikill en svona, þetta svolítið öðruvísi viðvera og þetta annars konar, já. Þó maður sé að vinna samt sömu vinnuna, það svolítið skrítið, sko, já. Kannski meiri viðvera eða hvað? Já, öðruvísi. Og svo við auðvitað skiptið miklu máli að við erum auðvitað 2 saman, ég og Ninna Sif Svavarsdóttir. Jú. Og þannig að við svona skipuleggjum vinnuna svolítið og deilum með okkur verkefnum og höfum ákveðið skipulag á því sem líka mjög gott, það það. Og hvernig gengur að aðlagast nýju embætti? Bara, það gengur ótrúlega vel. Þetta svolítið samt svona mikið að gera og mikið að aðlagast og þó maður hafi þekkt eitt og annað til þarna og svona, en þá þetta, maður komin í svona aðra stöðu, þannig að það heilmikið að setja sig inn í, en líka bara ótrúlega gaman og spennandi. En starfið þitt sem prestur, þetta stórt og viðamikið, getur eigum að fara þessi í gegnum þau atriði sem að sóknarprestur sér Já, það alveg ótrúlega mikið, sko. Það það. Þetta mjög fjölbreytt og bæði skemmtilegt en líka mjög krefjandi starf. Og ég man nú að sonur minn sagði nú eitt við mig, mamma ekki erfitt að vera prestur? Og ég sagði, jú, það mjög erfitt og ætlaði að fara að setja mig í stellingar að útskýra þetta, hvernig það væri stundum mjög erfitt og hann sagði, já, þú fitnar svo af öllum þessum visslum sem hún skil. Já. Og og það þetta þannig, sko, en ég stundum notaði þessa líkingu, maður einmitt vissulega fitnar bæði, sko, ef maður alltaf í visslunum, en líka bara andlega, því að ég fæ mikið frá fólki sem að maður sinnir og með það gefur mann alltaf eitthvað tilbaka, en þetta einmitt, þetta fjölbreytt og við hittum á fólk bæði á stundum gleði og fáum að taka þátt í þeirra tímamótum sem alltaf gaman og gefandi, en mætum líka fólki þar sem það á erfitt, glímir við sorg eða missi eða eftir áföll eða annað og við reynum að mæta því. Já. Og þetta svona, en svo utan þess að þá við með þetta svona hefbundna helgihald sem við sinnum inn í kirkjunni og höldum utan þetta starf sem að þar unnið, fólkið sem að þar kemur dagsdaglega og starfar með okkur og það heilmikið líka leikis. Já, þetta eru giftingar, jarðarfarir, skírn, messur, fermingafræðsla. Já, algjörlega, já. Viðtaltímar og mömmumorgnar. Já. Þið eru með svoleiðis, ekki? Jú, við erum með það, já. Og þetta þetta einu sinni í viku? Jú, mömmumorgnar eru á miðvikudögum frá 10:30 til 12 og það hefur reynda verið æskulýsfulltrúi sem hefur svolítið haft umsjón með því, en við höfum nú verið með það núna við Ninna svona til skiptis og það var nú mætt meira á henni, en þetta svona snýst aðalum að það hægt að þær geta fengið sér kaffisopa, te eða vatn og svo bara spjalla og bara koma með börnin og þau fá aðeins að leika sér og þær svona deila reynslu og svo hafa við þá ykkur svona fyrirlestra líka sem að hafa komið þarna inn fræðslu fyrirlestra sem að við kemur börnum og uppvöldið þeirra. Maður þegar ég var aðeins yngri bara þá fór ég alltaf reglulega í sunnudagsskóla og þótti mikil til koma, mjög gaman. Er það alltaf jafn vinsælt, sunnudagsskólinn? Já, við skulum vona það kannski svona, það auðvitað kannski gengur í bylgjum svolítið og það þekkja það allar kirkjur bara alls staðar á landinu að það rosa trukkur fyrst, sko. Þá góð mæting og svo dalar það svona aðeins eftir veturinn, sko. Ég var alltaf að safna myndum. Já, við erum ennþá með það, sko. Bara, og ég nú man það líka sjálf, sko. Það finnst bara alveg örstutt síðan að ég var lítil stelpa og hljóp alltaf í Selfosskirkju einmitt á sunnudögum og þar sem að var stimplað inn og við fengum myndir til að lita og þetta ennþá í rauninni sama hugmyndin og þau koma krakkarnir og að safna sér einmitt límiðum og núna þau fá veggspjald og
og límiða sem þeir líma á veggspjaldið alltaf eftir hverja samveru og svona á endanum þegar þeir eru búin að mæta í allt og þá hafa þeir náð að safna allan hringinn límiðum á spjaldið sem þeir geta hengt upp á vegginn sinn. Mér fannst þetta alltaf vera svona pínusport. Já. Ertu búin að fá stimpil? Já, einmitt og það kemur svona keppnis og þau eru alveg fylgjast með þessu allir saman. Sko. Nákvæmlega. Algjörlega. Svo veit ég að, ekki rétt mér, það kirkjuskóli 69 ára, bæði í Vallaskóla og Sunnleikaskóla. Er þetta eitthvað nýtt eða? Nei, þetta hefur alveg verið sko og hefur verið áður og verður, við erum ekki búin að tímasetja það alveg núna því að við vorum að ráða til okkar nýjan æskulisfulltrúa, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir og það er einmitt svolítið gaman að við erum komnar 3 þarna saman, ég, Ninna Sif og Jóhanna og allar eru við eiginlega svolítið sko aldar upp þarna í kirkjunni. Jóhanna var í söng í kórnum og hún tók í rauninni sko við af mér þegar ég fór í Odda þá hætti ég með æskulistarf og barna æskulistarf í Selfosskirkju og Jóhanna tekur þá við og svo Ninna þarna kom ein á milli og svo Ninna þar á eftir. Já. Þetta flott tríó. Já, algjörlega og við vorum allar svo lánsamar að hafa með þannig Eygló Jónu Gunnarsdóttir sem var djáknið þá, allar með okkur. Alveg yndislegt. Þannig að hún á alveg bara í okkur nánast öll bein sko og okkur þykir óskaplega væntum en eru þakkláta fyrir allt sem hún kennt okkur. Þannig að henni finnst svolítið gaman að sjá stelpurnar sínar allar þarna saminnaðar núna. Já. En Jóhanna, hún er hefur verið að kenna í Sunnulæk og mun taka við þeim þess að hafa umsjón með Sunnudagsskólanum og æskulisfélaginu og svo líka 6 til 9 ára starfi og 10 til 12 ára þegar þar að kemur. Það hefst ekki alveg strax en þá mun hún sinna því. Já, frábært. Selfosskirkja með kvenfélag? Já, það er kvenfélag Selfosskirkju og það er einmitt bara, það verður stór afmæli á næsta ári. Að þá á bæði kirkjan stóramæli og kvenfélagið og kirkjukórin. Þannig að það verður tilefni og verður mikið fagnað þá þarna og afmælisdagurinn er miðastu pálmasunnudag. Já, frábært. Og við munum undirbúa einhver hátíðarhöld í tengslum við það og verður mjög skemmtilegt. Og það er ótrúlega dýrmætt að eiga félag eins og kvenfélag Selfosskirkju sem að styður við starfið og hjálpar okkur á margan hátt. Nákvæmlega. Þetta er margt skemmtilegt sem að þú ert búin að telja upp og margt skemmtilegt við það að vera prestur, það eru giftingar og það eru fermingarfræðslur og margt fleira, en svo þetta kemur sorgin inn á milli, hún á náttúrulega bara heima á þessum stað líka og eru þið þá með eitthvað viðtalstíma eða ég sé hérna kyrðarbænir? Já, þau hafa verið að Þorvaldur Halldórsson og Margrét Skeving hafa séð það og kyrðarbænin, hún verður áfram og hún er á mánudögum 5:00 og hún er einmitt mjög svona nærandi og gott fyrir fólk að hittast einmitt þar og þetta er svona samvera í hljóðri bæn. Þetta er í rauninni bara, þetta er íhugun og bæn. Það saminast svona og mjög gott að gera það. Þannig að það kemur sannarlega inn á það. En svo erum við líka alla mótna á þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag og föstudag 10:00 syngjum við tíðasöng í kirkjunni og eftir það að þá saminust við og drekkum kaffi og spjöllum og það er afskaplega dýrmætt og notalegt samfélag og margir sem koma þar alltaf sem fastur punktur svona í hversdeginu. Já, svona ára við ljúkum þessu Guðbjörg, alltaf að vera prestur. Já, ég var nú einmitt við, þau komið til okkar í heimsókn í gær í kirkjuna, í vinaminni og Árblik að heimsækja okkur og ég ræddi einmitt það hvað ég svona velta fyrir okkur hvað við ætlum að verða þegar við erum honum stór. Já. Og ég sagði mitt frá því mig langaði einu sinni að vinna í sláturhúsinu og svo líka að fá að skúra í bíóinu eða vinna í efnalauginni og ekkert að þessu rættist en svo ákvað ég á tímabili sko eftir að hafa hætt við að verða leikona að verða prestur og það bara tókst. Já, það er engin munur þar á milli. Nei, þannig að þetta er bara alltaf góðri leið. En mér langar einmitt áður en að við hættum að fá að nefna að á sunnudag eftir viku, 13. september, að þá verðum við með barna- og fjölskylduguðsþjónustu í Selfosskirkju 11:00 og þar verðum við allar 3 ásamt Edith, organista, sem að er með barna- og úlingakór Selfosskirkju og þau munu syngja og þetta verður svona upphafið af vetrastarfin okkar í vetur. Og við verðum með svona einmitt söng og bæn og eitthvað sprell og segjum biblíusögur og eitthvað svona
og svo á eftir í safnaðarheimilinu þá verða svona samlokur og ávextir sem að einmitt kvenfélagið mun sjá og þá verðum við með kynningu á vetrastarfinu. Frábært. Því sem að öllu þessu sem að þú hefur nefnt og líka þessu sem að ég er búin að gleyma og ekki er búið að auglýsa og allt það. Og kvöldið þá verðum við með kvöldguðsþjónustu, við verðum með það líka samhliða þessari hefðbundnu guðsþjónustu sem er alltaf klukkan 11. Að þá hefur við verið með einu sinni í mánuði svona kvöldguðsþjónustu sem er svona í léttari kantinum. Já. Og ég píndi manni minn á hljómsveitina sem hann er í, hljómsveitin Slow Train sem er svona Bob Dylan tribute hljómsveit. Þeir ætla að ríða á vaðið með tónlistina og vera í kvöldmessu þennan sunnudag klukkan 8, þannig að það ættu allir að finna eitthvað af andlegri næringu við sitt hæfi þennan sunnudag hér á Selfossi og í kringu Selfosskirkju. Já, frábært. Þetta er frábært og svona þegar þú nefnir þetta að hljómsveitin muni koma fram og svona létt gleði. Já. Að ég hef heyrt fólk nefna það hefur sagt það má alveg vera miklu meira af þessu, það þarf ekki alltaf að vera svona þungt og mikil sorg í kirkjunni. Já. Kirkjan er ekkert alltaf bara sorg. Nei, alls ekki og það svo margir sem að við erum auðvitað alltaf með messun okkar klukkan 11 og einu sinni í mánuði erum við með barn og fjölskyldu guðsþjónustuna klukkan 11 þannig að þá hverfur þessi hefðbundna og hún er auðvitað svolítið hjartað í þessu öllu saman en inn á milli að þá breytum við til og bjóðum upp á miklu meira því að kirkjan er svo sannarlega miklu meira heldur en bara með þessi hefðbundna guðsþjónusta klukkan 11 á sunnudegi sem samt skiptir okkur líka máli en þá erum við með alveg mikið af góðu starfi og þessu barnastarfi, barnakórastarfi og bara fyrir börn og fullorðna og þannig að við höfum leið og þær byrja að hrúast inn tilboðum frá líkamsræktastöðvunum alltaf á haustinn og maður fær alveg valkvíða hvað maður ætti að velja í því að þá erum við með alveg bara helling af einmitt andlegu fóðri líka sem er ekki síður mikilvægt. Þú verður að næra sáluna líka. Algjörlega. Það er bara þannig. Það þarf að gera það. Guðbjörg Sóknarprestur á Selfossi, takk fyrir spjallið og auðvitað góða helgi. Takk fyrir sömuleiðis. Takk.